Komið sæl og blessuð, við Ólafur Ævarsson geðlæknir ætlum að taka upp þráðinn þar sem frá var horfið fyrr á þessu ári og ræða við ykkur geðheilsu og geðveiki. Vertu velkomin Ólafur. Takk fyrir. Hvernig nennir þessu að koma hér aftur að rauða borðinu og spjalla við með geðveiki? Já, ég hef náttúrulega mjög gaman að fræðunum. Þetta mjög áhugaverð fræði og ég eins og þú, ég hef áhuga á mannfólkinu. Já. En mér finnst einhvern veginn líka, mér beri skylda til þess að svona þekking nýtist og það hefur mjög mikið náðst í fræðslu og við erum búin að útrýma eða minnka fordóma mjög mikið og nú finnst mér áhugavert að hugsa, já og hvað svo, hvað getur við gert svo? Já. Og ef efni þáttanis samfélagið og geðheilsuna, þá er það mjög gott og ég nenni alveg að tala þetta því þetta er mjög mikilvægt fyrir okkur öll. Og mér finnst kannski með þáttunum vona ég að við gerum mesta gagnið að vekja umtal og umhugsun. Já. Og maður getur sagt að geðheilsan hún er ekki mitt einkamál. Það er sterkara með geðheilsuna heldur en líkamlega heilsuna. Það skiptir samfélagi allt máli að við séum með góða geðheilsu. Já. Og það er þetta samspil sem að mér langaði svo til að við getum rætt í dag milli einstaklingsins og samfélagsins. Það er engar einstefnur þarna. Nei. Það hefur áhrif á samfélagi hvort að einstaklingarnir eru með góða geðheilsu og samfélagið hefur mjög mikil áhrif á geðheilsu hvers einstaklings. Já. Þetta er mjög áhugavert. Já. Ég sá til dæmis bara í opinberri umræðu daginn á Facebook held ég hafi verið ræða geðheilsu í tengslum við bara skuldir almennings. Já. Sá sem alltaf býr við ofur vaxtastig og veit það að mjög stór hluti af laununum fer bara í vexti en ekki í steinsteypuna þegar hann er að greiða húsnæðislánið. Þetta er bara hluti af geðheilsu. Það er það og ef maður brýtur það aðeins niður að þá er þetta að vita af álæginu og þurfa að vinna mikið og það er svo sem ekki nýtt fyrir okkur Íslendinga og svo hitt annað atriði það er öryggið. Öryggið er svo mikilvægt fyrir okkur og frelsi til að velja og velja þá hvernig húsnæði við förum í eða velja hvað við gerum annað. Þannig að það er svo margir þættir sem hafa áhuga á hvernig okkur líður og þá getur haft bein áhrif á geðheilsuna. Ég hugsa að það sé alveg hægt að fullyrða það að vaxtastig, það er einn af áhrifameiri þáttum á hvernig okkur líður og á geðheilsuna. Þetta er mjög áhugavert. Já, og þá er líka áhugavert að hugsa það út frá forvörnum og út frá hverjir hafa vald til að breyta þessu hafa áhrif á þetta. Já. Og þetta er líka áhugavert bara út frá pólitík, þeir sem að taka ákvarðanir hátt vaxtastig. Já. Þeir átta sig kannski ekki á því hverjar afleiðingar þess eru á veikari herðar. Já, ég býst nú við að fólk átti sig á því en svo er þetta hvernig getur maður haft áhrif á það, hvernig er það gert og ég vil gjarna skilja pólitíkana þannig að hún sé löngun til að mynda stefnu að bæta mannlífið hjá okkur og svo eru skoðanir ólíkar og þá er tekist á og það er lýðræðið en þegar það eru svona flóknir hlutir í gangi þá við getum settið á fundi með ráðamönnum þjóðarinnar sem væru sammála það að lækka stýrivexti og lækka lánavexti. Kannski ætti einn geðlæknir að vera í stýrivaxtanefnd Seðlabankans. Já, það er margt vitlaust þannig það, en svo er þetta hvernig er þetta gert. En mér finnst gott út frá hugmyndinum forvarnir og hvernig við bætum mannlífið og hvernig við verndum geðheilsuna, hvernig við styrkjum geðheilsuna. Að við hugsum fleira heldur en bara það þarf að greina þennan mann og væntanlega gefa honum þá meðferð eða þetta bara þarf að fá greiningu og svo stöðning að við hugsum þetta aðeins víðar að minnst í dag þegar við erum að tala það og viljum vekja fólk til umhugsunar að
að það séu aðrir þættir sem skipta máli, hvernig þú stýrir fyrirtæki það sem eru 100 manns, hvernig þú tekur fundi á ríkisstjórn, tekur ákvarðanir á ríkisstjórnarfundi, hugsa þetta þannig, þannig að þarna líka tækifæri til forvarna. Forvarnirnar held ég að séu litlum mæli eða ákvarðanir þær inn í heilbrigðiskerfinu, þær liggja á svona borðum. Og þá algjört lykilatriði að það sé búið að draga umræðina og fyrirbærið út úr skúmaskotunum eins og við höfum náttúrulega verið að gera. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég held að það sé mjög mikilvægt og ræða þetta svona opinskátt. Og við höfum farið þá leið, svona kannski fyrir ykkur sem eru að koma ný að þessari þáttaröð. Það eru sennilega sum ykkar sem eru að sjá okkur Ólaf hér í fyrsta skipti, margir nýir áskrifundur síðustu vikur. Að við höfum sem sagt farið þá leið að reyna bæði að fjalla þetta á almennum og eins og í dag samfélagslegum nótum en líka persónulegum og höfum í rauninni báðir lagt fram í þeim efnum og munum halda því áfram. En Ólafur, sko, þú sagðir áðan að þér finnst að skylda þín að gefa það tilbaka sem að þú hefðir öðlast, það náttúrulega styttist í starfslok hjá þér sem ég álykta að leiði til þess að þú ert enn frjálsari að því að ræða tæpitungulaust það sem þú vilt ræða en sko ertu þá bara að borga tilbaka námslánin sem ríkið veitti þér þegar þú fórst í læknisfræði eða hvað ertu að hugsa? Já, á mörgu leyti. Það mér finnst það, ég þá læknir og fræðimaður og vísindamaður og vinn samkvæmt lögmælum náttúruvísindanna. Já. Og það náttúrulega hlutverk þeirra sem að leggja á sig að mennta sig og stunda rannsóknir og skilja hlutina betur að miðla því, annars verði það lítils virði. En ég svolítið upptekinn af því og þú mátt stríða mér og segja þessi barnalegt að ég bara venlegur strákur að norðan, eins og þú, og ég þá fyrsta barn að 3 hjá ungri fjölskyldu sem hafði ekki mikil fjárráð og fólk sem vann bara venlega vinnu, voru afkomendur eins og oft hjá okkur Íslendingum í sögunni fólksins sem flutti á mölina og á Akureyri þarna svona ákveðin uppgangstíma og mikill metnaður í menntamálum. Þannig að þessi strákur sem bara svona meðalveggjafinn, hann fær það tækifæri að mennta sig og fari í gegnum háskóla og ljúka doktorsprófi og vinna við þetta merkilega starf sem langsvæðin og námslánin eru eitt en tækifærið og stemmingi fyrir norðan var líka mikilvægt að það skyldi vera hægt og þetta náttúrulega ótrúlega dýrmætt fyrir mig og vonandi fyrir einhverja sem hefur komið til mín og þannig að ég náttúrulega í stóri skuld þarna. Já. Við höfum reynt að sko eins og ég sem að stríti við mikla geðveiki upp úr 20. Ég verð alltaf svona svolítið auðmjúkur í þessum þáttum vegna þess að það rifjast upp mínar dimmustu stundir og þá man ég að ég þá langt í oflætið þá man ég að ég get að mér liggur við að segja á einu augabragði þá get ég lent í því að missa mig yfir í einhverja veröld sem að ég annars þarf ekki að eiga við og það svona sátótt sem að ég vona við náum áfram að halda við rauðaborðið það að sko þykjast aldrei vita neitt sem við vitum ekki Nei. og einhvern veginn vera bara óhrættir að opinbera sjálfa okkur vegna þess að það sem ég hef fengið mest út úr þessum þáttum, til dæmis í sumarfríinu núna, ég fór víða Ísland og svona hitti marga, það eru viðbröð almennings þarna úti og það eru hvað margir sko hafa verið eins og ég óbúslega feimnir við að ræða svona einhver geðveikiskafla en vald eflast núna með því að þú ert svo rausnarlegur að koma hér og setjast með mér og svo svona bruggu við þennan segið saman. Já, en það er tvennt sem ég hugsa þegar þú segir þetta, því að þetta þetta mjög mikilvægt og það er hluti af úrvinnslunni. Já. Hvort sem að það einhvers konar eigin meðferð eða maður í einhverjum viðtölum að koma aftur að málinu og fara í gegnum viðkvæmnina og styrkjast. Það er svona partur af úrvinnslunni að geta farið á þennan stað sem varst að lýsa. Já. Þannig að það er þó að það sé stundum talað það að það sé sársaukafullt ára samt hlut af úrvinnslunni og ég hef oft á tilfinninguna að það sé bara þannig að
að við tökum þyngstu áföllin hægt og rólega gegnum alla æfina og afgreiðum þau í þeim takti sem við þroskumst. Þess vegna þessi endurtekning dýrmætt. En svo finnst mér líka, ef okkur tekst vel til í dag, að ræðum þetta samspil milli einstaklingsins og samfélagsins. Ég held að það hjálpi líka til þess að auka skilning og þá draga úr því sem stundum gerist einhvers konar skammar tilfinningu gagnvart þessu geðræna sem ennþá eimir svolítið eftir. Já. Þú skammast þín ekki fyrir krabbameinið, en þú skammast þín fyrir hugsanlega þunglindið eða kvíðan eða jafnvel Alzheimer sjúkdóma og svoleiðis sjúkdóma. Og ég var að hugsa þetta síðast bara í gærkvöld áður en ég sofnaði, sko, ef þú brýtur bein, þá ertu ólíklegur til þess að flytja skammaræðu yfir sjálfum þér, að þú hafir ekki borðað meira kalk. Og það er ólíklegt að samfélagið muni allir fara að pískra býtu, hann fótbrotnaði, akkur er hann ekki duglegir að borða meira kalk, akkur hugsa hann ekki betur beinin sín, hann hefði kannski ekkit brotnaði, hann hefði hugað betur að því að styrkja beinin sín með einhverjum efnum, en sá sem missi geðheilsuna, hvort sem það er tímabundið eða varanlegt, hann fer strax í þessa ásök. Ég held ekki erist oft. Og jafnvel samfélagi líka. Já. En þetta er eitt af því sem er að breytast og við þurfum að taka það förstum tökum og hvernig við vinnum það áfram. Það er orðið viðurkenndara til dæmis að fá þunglindi. Já. Það er ekki litið á sem aumingjaskap. Nei. Það er orðið viðurkenndara að bogna vegna álagsins. Já. Eitt atriði viðbót sem að geti vel passa inn í þessa umræðu, það er þetta að það er líkami og sál er ein heild og það er kannski svona andlegur eða geðrænt þáttur í öllum veikindum. Alveg eins og þú getur veikst af einhverjum alvarlegum sjúkdóm en það virðist ekki taka mikið á þig andlega. Svo einhver annar sem verður minna veikur en verður mjög veikur andlega. Finnum ekki fyrir þetta svona samspil og þetta getur haft þýðingu svona þessa samfélagssjúkdóma. Þetta er kallað á enskunni psychosocial disorders, það er að segja einhvers konar sjúkdómar þar sem að samfélagsgerðin og aðstæðunar, hvað sem eru vextir eða eitthvað annað spila inn í. Já. Og ég get tekið eitt dæmi sem ég er bara mjög lítið inn í, en heyrði í fréttunum unga menn á Suðurnesjum sem eru lengur en aðrar jafna sig af COVID. Já. Og ef maður hugsaður þetta, það sé alltaf andlegu þáttur í veikindum og ég get leyft mér að taka þetta dæmi og tala svolítið fjálslega með því ég er ekki inn í því. Já. Að þá finnst mér mjög ólíklegt að heila þessara ungu manna sé eitthvað öðruvísi en þeim á Dalvík og mér finnst mjög ólíklegt að veiran hafi verið eitthvað öflugri þarna á Suðurnesjum. Þannig að það er einhver andlegu þáttur sem spilar inn í, það er eitthvað með aðstæðunar og við heyrum að þetta eru menn sem hafa ekki verið búnir að fóta sig alveg í samfélaginu og er að koma utanfrá sumir. Þannig að þetta er svona dæmi það hvernig þessi þættir veikindi og aðstæður spila saman. Af því að þú tala Suðurnes, tókstu eftir fréttamálinu í sumar þar sem að lögreglan beitti rafbyssu og kveikti í manni sem hafði hellt yfir sig eldfimi vökva. Var þetta ekki svolítið eins og að vera skotið aftur í tíman? Við viljum ekki sjá þetta árið 2026. Nei, það því við erum að tala fordóma, sko, að þá sér maður ofta að þeir sem eru með afbrigðilega hegðun, þeir geta, sem ættu í raun og veru að fá meðferð, þeir geta mætt bara hörku og einhverju öðru en er heppilegt. Það er ennumlega svo mikilvægt að greina á milli. Hver er gangster eða þjófur eða glæpamaður eða bara skítall, svo við tölum íslensku, og hverjir eru geðveikir. Lögreglan er nú held ég bara býsna góð í að átt að sjá svona hlutum en stundum gerast hlutinir hratt og þá er þetta erfitt. Og tengt þessu þá fer svolítið taugarnar á geðlækninum þegar sagt er á samfélagsmiðlunum sko, einhvern sem að sker sig úr hefur kannski einhverja einkennilega skoðun að það er sagt að farðu og fá þig meðferð gefið skýna sig geðveikur. Já. Og þess vegna er mál Normannsins og hræðilegu fjöldamorðan það er svolítið mikilvægt að menn heldur að þetta væri einhver geðveikur maður sem að hefði framið þessi ógnarmorð en svo kom bara ljósa þetta maður með öfgaskoðanir
einmitt. Og svo hefur það náttúrulega verið heilmikið rannsóknarefni hvort hann sé geðveikur eða ekki. Það sé að reyna að segja að geðveikur maður er ekki hættulegur heldur öfgakend og öfgaskoðanir eru miklu hættulegri. Akkurat, það er alltaf mjög gott að minna á það að því að það eru alltaf mörg okkar hrætt við geðveikt fólk að ósekju. En þessir hinir strákar hann á suðinu sem með post-covid eins og það heitir og komast ekki í gang þeir þurfa ekki bólusetning og þeir þurfa ekki skilning á held í veirunni en þeir þurfa að fá skilning á þreytunni og framkvæmdaleysinu og hver fallingin í samfélagi. Lækningin felst ekki í töflum hún felst jafnvel kannski ekki í einhverju samtali hún felst í að finna leits að þeir geti aðlagast og fengi stuðning til þess. Þetta er það sem er svona þetta í sinni skýru mynd, svona samspila milli geðheilsu og samfélags. Já, mjög góða punktur. En áður en við höldum áfram, sem var haldið áfram að ræða bara fréttir sumarsins. Þetta edition-mál er náttúrulega alveg hryllilegt líka. Þetta bara, maður einhvern veginn, hún er dæmd þarna sakhæf, Hvernig líf er murkað úr manns eigin barni, hvernig maður murkar líf úr eigin barni, það er erfitt að sjá það fyrir sér að maður hljóti ekki að vera geðveikur. Þá kemur maður líka inn á það að þessi hræðilegu mál þau hjálpa okkur svolítið að takast á við þessa hluti. Ef að þú kemur í viðtal til mín, það er tiltölulega auðvelt með þeirri aðferðafræði sem er til í læknisfræðinni að finna hvort þú ert geðveikur eða ekki. Og frekar fljótt. Og frekar fljótt. Já, og það er ákveðin aðferðafræði til þess og hún er ekki fullkomin en hún er mjög þróuð. Viltu lýsa því aðeins betur? Já, ég get gert það, en svo ég klári setningur og samt að þá er það samt þannig að það er eiginlega engin aðferð til þess að finna út hættustig eða fyrirfram hvað fólki dettur í hug að gera. Nei, ég skil. Út frá skoðun eða aðstæðum. Og þarna eru greinilega í þessu máli einhverja mjög afbrigðilegar, einkennlegar skoðanir. Hvort sem það sprettur að geðveiki eða ekki. Já, einmitt. En greiningakerfin eru þannig að það er í gangi kannski fyrst og fremst 2 greiningakerfi í heiminum í dag. Annað er amerískt og hitt er evrópskt og þau ná áratugi tilbaka og byggja bara á þeirri þekkingu sem er til í heiminum á hverjum tíma og þetta eru mannanna verk. Guð hefur ekki skapað neitt sem heitir alkoholisti eða geðklofi. Við erum að flokka til að reyna að skilja hlutina betur og það eru svona 2 atriði í varðandi þessi greiningakerfi sem eru kannski mest til umræðu núna. Það hefur orðið mjög mikil þróun á síðustu árum. Það er mjög mikil mál að fylgjast með þessu og setja sig inn í þetta. Við erum til dæmis ekki búin að innleiða nýjasta kerfið sem kom fyrir 4 mánuðum síðan. Það tekur tíma að innleiða svona hluti. En það er tvennt sem hefur verið mikill umræðu og það er annars vegar það að öfugt við marga aðra sjúkdóma þá er oft ekki vita nákvæmlega hvað orsakar geðsjúkdómana. Og það þýðir að það er viðkvæmni í flokkunarkerfunum, sérstaklega því evrópska, af því að það byggir á að flokka sjúkdóma eftir hvað orsakar þá. Og hitt atriði sem hefur bara verið dálítið umdeilt, það er það að það hefur verið ákveðið að víkka út skilmerki geðsjúkdóma. Já. Af hverju? Jú, til þess að ná fleirum inn í meðferðir. Já. Til þess að skilja engan eftir. Já. Og það hefur kannski styrkt þessi skoðun bara þegar fleiri góð meðferðarúrræði hafa komið. Já. En það hefur þá aukaverkun að fleiri greinast. Já. Já. Og þá fáum við á tilfinninguna að allir sé að vera geðveikir ef maður tala svo sterkt og þá er viss hætta á því að einhver ofmeðferð og ofgreining verði. Já. Þetta er vel meðvituð en þetta er svona og þetta er hlutverk sálfræðinga og geðlækna og lækna að vinna með þessar greiningar. Og þannig þetta mér í hug möguleg oftaka á lyfjum gegn ADHD. Já, það er eitt af þessum málum. Já. Og þau eru mörg önnur og þetta er kjarninn í læknisfræðinni að nota þessa hugmyndafræði að greina eitthvað. Takt eftir, ég er ekki að tala geðlækningarna eingöngu núna, heldur bara læknisfræðina almennt. Að við erum enn undir áhrifum frá Hippokrates sem fyrir 2000 árum sagði passið ykkur fyrst á því að gera engan skaða.
Þannig að við reynum að greina hlutina og hvað þýðir það? Jú, það þýðir að við erum komið með tilfelli, við erum komið með efni við í meðferð og þá segja greiningakerfin og meðferðar svona leiðbeiningar sem fylgja þeim hvernig sé heppilegast að meðhöndla þennan einstaklinga eða þennan hóp. Og þegar við erum konið í þessa stöðu þá ertu komin inn til læknisins og ert að tala um úr sért veikur og þú ert að biðja meðferð sem mjög oft lyfjameðferð, hvort sem í hjartalækningum eða geðlækningum. En það sem við erum að tala um hérna er ekki minna spennandi. Það hvað getur maður gert áður? Og hvað fræðslan og hvað forvarnar aðgerðirnar og hvað samfélagslegu aðgerðirnar? Og það bara ákveðin svona bylting að fara í gang út í heimi að tala meira um þetta. Og við getum ekki hætt hinnu en þetta þarf alltaf að sjást í einhverju svona samhengi. Þess vegna finnst mér búið gott að fá meiri umhugsun og umræðu hjá þeim sem ráða, stjórnmálamönnum og áhrifamönnum í heilbrigðiskerfinu. Og það byrjað, maður finnur það áhuga þessu. Sko, þú segir að samfélagið gerir mann veikan eða frískan. Já. Í rauninni. Já. Það þetta samspil. Já. Og að sálfélagslegir sjúkdómar, eins og þú orðaði það, þeir þurfi meiri umræðu og þetta samspil sé mjög flókið. Það það og við þurfum að beygja okkur í auðmýktinni fyrir því að við þekkjum þetta ekki nóg vel og það ég myndi vilja heyra meira frá háskólafólki á Íslandi. Maður sér þá hefði í stærri löndum, á Norðurlöndunum, í Þýskalandi, ef eitthvað svona til umfjöllunar samfélaginu, þá strax vitnaði einhvern reyndan vísindamann sem að kemur þó með þá þekkingapúnta sem til staðar og kemur með hugmyndir. Við erum lítið land, það ekki auðvelt að stunda svona rannsóknir á Íslandi, en það samt fullt af fólki með þekkingu í Íslandi sem geti komið meira inn í þessa umræðu. Því að samfélagsumræðan nú ekki alltaf byggð á þekkingu. En ef við tökum dæmi hvernig samfélagi getur átt áhrif á geðheilsuna, að álagið, við sjáum það öll, og tæknin valda okkur vanlíðan sem við köllum streitu eða kulnun sem eru í raun og veru kvíð og þunglindis vandamál sem annarkvort byrja og væri hægt að hindra eða tendra eitthvað sem var viðkvæmni fyrir. Annað dæmi þetta sem við höfum rætt aðgengið áfenginu, það hefur verulega áhrif. Já, þú ert ekki hrifinn að því að við sem að galopna allt Ísland fyrir sölu áfengi. Við erum bara að missa af góðu tækifæri að halda þessu í svona þessu skorðum. Já, asnarlega hvað unga fólkinu okkar. Já, og þetta nefnar fleiri svona dæmi og ég held að maður geti nota vextina sem eitt svona. Já. Og síðan að þú komst inn á þetta með ADHD að það eitt atriði sem mjög mikið rætt og það þetta ef það þekking til að greina, ef það þjónusta í boði þá hækka tíðnimælingarnar á viðkomandi sjúkdómum. Þannig að það sem í boði hvað var það meðferð hefur líka áhrif á tíðnina, hvernig hlutinni greinast og ég ekki að segja að það sé slæmt en við þurfum að mæta því á hárfínan nákvæma máta. Við getum ekki sett alla á einhverja töflu meðferðir. Nei, og heilt yfir en nú það ekki gagnrýni í þínum geira eins og bara öllum lækningum að ekki flestir sammála að ef læknar hefði meiri tíma til þess að hlusta, þá myndi það minnka lyfjagjafir í einhverjum tilvikum. Jú, við vitum það. Það líka til ágætis rannsóknir á því sem gerist inn á geðdeildum. Ef það góð mönnun og góð staða hjá þeim sem starfaðar, þá minna notaða lyfjum. Þetta mjög áhugavert. Og þetta svona stærðir sem við þekkjum. En heildarmyndin forvarnir, samfélagið og samspilið, veikindin, greiningin og meðferðin og svo þetta hafi maður veikst. Þá maður ekki geðsjúkur alla eilífð. Maður verður fyrrverandi geðsjúklingur eins og svo ég var að reyna að kalla þig. Já, ég fyrrverandi geðsjúklingur. Að það segja að það fer fram einhver uppbygging, efling stundum þarf sérhæfa endurhæfingu sem skortir mjög á geðsviðinu á Íslandi. Við erum öll meðvituð það. En það til dæmis forvitnilegt að spyrja þig af því að þú náðir þér úr alvarlegum veikindum sem áfengið hvað var það sem skipti máli?
Var það eitthvað sem þú gerðir sem örugglega var það einhver stuðningur sem þú fékkst sem örugglega hvað gerðir samfélagið sem skiptir máli ertu með svörin ofalega í huganum? Já, sko, ég man þú spurðir mig mannkosti mína held ég fyrsta tímanum okkar og þá var ég svona að rifja upp mína lágpunta í lífinu og mér datt ekkert gott í hug og síðan hef ég fyrir að velta fyrir mér þú verður að vera betur undirbúin ef einhver ætlar að spyrja þig eitthvað sem er jákvætt í þínu fari og ég kannski náði að kreista fram eitthvað fleira heldur en þú spurðir síðast en svarið við þessari spurningu er held ég já að sko fyrir ykkur sem ekki þekkið til þá sem sagt ég upplifi mína veikleika þannig að ég upplifi það að ég hafi orðið síendurtekið fyrir mjög alvarlegum áföllum og því fyrsta bara á öðru aldursári samkvæmt móður minni og síðan er röð á áföllum og hún leiðir til þess að brjóst mitt það verður stressað og því líður ekki nógu vel og svo þegar ég uppgöta töfralífið áfengi þá loksins slaka ég á og í einhver tíma getur maður kannski drukkið áfengi en mann líður illa, sér til gagns og góðs en það gerist með flest okkar að bara eftir ákveðin tíma þá fer það að taka meira heldur en það gefur þér og það gerist hjá mér eins og svo hjá svo mörgum öðrum og á bara 5 árum í neyslu þá drekk ég mig í tímabundna mjög alvarlega geðveiki sem leiddi til þess að eins og þú hefur greint að ég hef bara verið í mjög vondri lífshættu einkennin voru alls konar ranghugmyndir augu sprungu í fólkinu sem ég var að tala við öndunin og hjartslátturinn í 200 slögum og ég var að kafna og gat til ekki andað og ofsahræddur bara veikasti sjúklingurinn á geðdeildinni á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri sagði yfirlæknirinn þar við mig þetta er sko þessi stutta saga og ef mér hefði tekist að hætta að drekka þarna strax þegar ég er 22, 23 ára gamall þá hefði mannsævi minn sennilega orðið öðruvísi það liður nokkur ár þangað til mér tókst að hætta að drekka en það sem samfélagið gerði fyrir mig þegar mér tókst að standa við þá ákvörðun það var bara stórfenglegt hvorki meira en minna í fyrsta lagi þá fékk ég meðferð hjá S.A.A. mér nánast að kostnaðarlausu. Ég fekk skilning hjá atvinnurekandanum sem var Ríkisútvarpið á þeim tíma og þar þótti ekkert skammar mál að blaðamenn, fréttamenn færu í áfengismeðferð. Þegar ég fór í meðferðina þá sá ég líka að það var prestar, þingmenn, læknar, það var þverskurður á öllu samfélagi. Þá sá ég að allir gátu orðið alkohólistar. Meðferðin var frábær síðan eru þessi sjálfsræktarsamtök sem að samfélagi hér býr yfir sem að kallast AA og alls konar aðrar grúppur ég er mjög þakklátur yfir að hafa orðið geðveikur alkohólisti á Íslandi miðað við mörg önnur lönd þannig að þetta er kannski svolítið langt svar við spurningunni þinni en já mér fannst samfélagið standa sig að mörguleiti alveg frábærlega við það að koma mér aftur á lappir. Það sem ég hef hins vegar ekki hugleitt eins mikið eins og þú bendi mér á í fyrravetur að ég ætti að gera. Það er sko minn eigin þáttur í að rísa á fætur. Að er það ekki svolítið algengt Ólafur að við sem veikjumst svona að við berjum okkur endalaust niður og við svona áttum okkur ekki á því hvað við sjálf erum að standa okkur vel í batanum og koma tilbaka. Jú, ég held á, en mér finnst þetta svar allt og stutt því að þetta þetta sem við erum að reyna að tala um í dag, samspil við samfélagið og maður getur talað samfélag sem samfélag AA eða samfélag fjölskyldu
Og þannig erum við að tala áhrif samfélagsins þegar maður orðin veikur og þá í boði meðferð og stuðningur og líka út í samfélaginu á RÚV og þannig dæmi það hvernig samfélagið veitir þið meðferðina sem alveg rétt, það góðar aðstæður þess á Íslandi og síðan hvernig kannski getum við tala meira hvernig samfélagið styður þig áfram og svo getum við líka talað hvernig samfélagið minnum að forvörninni besta forvörnin varðandi geðheilbrigði gott samfélag sem okkur allir líðum vel en má ég skjóta einu inn ég var duglegur að opna mig minn alkoholisma þegar batinn hófst en ég sagði engum að ég hef verið geðveikur aldrei, það bara alveg nýverið sem ég fann að þora að tjá mig það og hvaða áhrif hefur það finnst þér? Sko, mjög frelsandi og sérstaklega með litið til þess sem ég nefndi áðan að þegar fólk farið að stoppa mig í sundlögunum og það hafði sjálft strítt mjög slæma geðviki eða stríða við geðviki og svo þakklátt yfir einhver svona ábrendi maður eins og ég í samfélaginu þori að ræða þetta þá fá aðrir skjól en sko Ólafur, ég held að það sé að mörgu leyti hafi verið skynsamleg ákvörðun hjá mér í því samfélagi sem við höfum verið í að vera ekki að tala mikið það að ég hefði orðið tímabundi geðveikur. Ég held að það sé eðlilegt að við metum það sem svo að vegna þess að samfélagið ekki komið með jafnan skilning á andlegum sjúkdómum og líkamlegum þá held ég að sé eðlilegt að við áleitum sem svo að atvinnurekendur og aðrir þeir séu hræddari við geðsjúklinga heldur þann sem fótbrotinn og kemst ekki vinnun út af fótbroti. Já, og það ekki bara þannig? Jú, og það það sem við köllum fordóma og fordómar skilnings- og þekkingarleysi og þess vegna það að tala opið þessa hluti eins og þú gerir, eins og við reynum að gera hér. Það vörn gegn því. Og þú verður líka að hafa í huga á þessu tímabili sem þú ert að lýsa í þinni ævi, þar hefur mjög margt breyst á þetta fordóm, mjög mikið. Og ég myndi vilja hrósa því ég vunni mikið í ráðgjöf með fyrirtækjum ég myndi vilja hrósa íslensku fyrirtækjum á þessu tímabili ævi þinnar þá hefur verið innleidd svona mannauðsvinna og komið mannauðsfræðingar sem nýstjætt og það unnið markvisst með mannauðinn sem alveg einstaklega gott orð og þó að sé undantekningar þá finnst mér samt gegnum gangandi á íslenskum atvinnumarkaði að stjórnendur fyrirtækja skilja þetta og mér finnst stundum að þeir taki inn í kostnað fyrirtækjana meira heldur en bara forvörd sem rekstrinum gaglegur og taka átt þátt í ýmsum kostnaði og vinnutapi eins og til dæmis þegar einhver fer í endurhæfingu eða einhver fer í langa áfengismeðferð. Þannig að þarna finnst mér stjórnendur íslenska fyrirtækja að fá sko mikið hrós. Og þarna hefur unni líka mjög gott starf í fordómum. Já, einmitt og við mættum vera svona stundum duglegri við að ræða sko það sem heldur. Við erum ofta að tala brotalamendar en auðvitað njótu við eiginlega bara eins góðra kerfa eins og hafa verið byggð það ekki í heiminum. Jú, ég var svolítið að hugsa þetta sko af því að ég átti kannski von á því að fá spurningar frá þér bókina Skýrðis og já, ég ætla að koma að henni og svona við getum rætt hana núna þjónustuna, að sko það þannig að við höfum mjög gott heilbrigðiskerfi og við höfum mjög hátt menntunarstig hjá þeir sem starfa í kerfinu. Ég held að sé óumdeilanlegt að við höfum mjög skýra stefnu, stjórnvöld hafa mjög skýra stefnu í heilbrigðismálum og ekki síst í heilbrigðismálum, hafa haft það lengi. En svo kemur það þessu hvernig við útfærum þetta og hvernig þetta birtist. Og þá langaði mig að nefna við 2 hugtök sem ég búin að vera að hugsa og annað svona heilbrigðis stjórnsýsla. Það að segja hvernig ríkir framkvæmir það að veita þessa þjónustu. Eitt að hafa stefnuna, eitt að hafa
aðbúnaðin og tækin og tólin og spítalan, en svo kemur að þessu hvernig ætlar ríkið að reka þetta. Það stjórnsýsla. Og þar sér maður, og ég held að það sé líka óumdeilt, að við erum að veita of litlu fjármagni inn í þessi kerfi og á sama tíma vil ríkið ekki opna fyrir þjónustu einkaaðila sem ég raunar alveg sammála, en það læsir stöðinni, þá ertu með minni möguleika að framkvæma þetta á eins góðan hátt og hægt væri. Já. Og stjórnsýslan, hvernig þetta gerst, hvernig tilskipanir koma, hvernig stýring kemur, hvernig miðstýring til dæmis í heilsugæslunni, hvernig ofríkisstýring á Landspítalanum sem eini stóri spítalinn, þetta hefur áhrif. Og þá erum við ekki lengur að ræða starfsfólkið, allir vilja gera vel, við vitum menntun þeirra, við vitum að við erum að góðar aðstæður, en við erum að tala stjórnsýslunni í heilbrigðiskerfinu. Og þetta hefði ég viljað að við getum rætt betur, því að þarna eru brotalamir. Það til dæmis mjög erfitt fyrir fólk að vera í samskiptum við kerfið, stofnanir eins og tryggingarstofnun og fleiri. Og það allt og lítið samvinna og samspila milli ólíkra eininga. Gyrðir skrifar það í þessari nýju bók sem að vitnaði til ótíð í víti eins og hann heitir. Og þannig að þetta skiptir máli, við getum komið þess aftur. Þetta er hugtækið heilbrigðisstjórnsýsla. Hitt hugtækið þjónustu menning, þetta náskilt. Hvernig ætlum við að koma fram við fólk sem að koma inn í kerfið. Og ef þú kemur inn með krabbamenn, þú ert ekki látið bíða. Það allt gert. Það öðruvísi ennþá. Það ennþá þessi skömmi kringum áfengissjúkdómana. Sá sem áfengissjúkur, hann oft bara í mikilli bráðahættu. Og hann upplifir að sjúklingar á geðdeildinni hérna á Landspítalanum geti upplifað sig eins og apa í búri. Það einhver vistarvera þarna þar sem hægt að horfa á þá á meðan þeir eru. Og hún finnst það bara algjör tímaskekkja, eitthvað bara óskiljanlegt og ber til dæmis aðstæður á geðdeildinni á Landspítalanum sama við Klepp. Honum finnst Kleppur eiginlega jafn góður eins og honum finnst deildin á Landspítalanum vond og hann rekur það meðal annars með einmitt nánd við starfsmenn þjónustu í umhverfi, hvort það skógur að ganga í göngutúrnum og allt þetta. Já, þá geti verið ólík þjónustu menning eftir ólíkum einingum. Manni dettur það geti verið. Og svona bók, manni sem hlusta á svo dýrmætt, vegna þess að þá getur maður, maður getur hort á í dramanu þar sem maður fór ekki vel, en það líka mikilvægt að hlusta á eftir hverju fólk að kalla og við vitum alveg hvað það er. Það að maður hafi sjálfsákvarðana rétt og að maður fái hlýjar og mannlega móttökur. Af því þú nefnir þetta, hann hringir einu sinni í geðlæknin sinn. Nei, læknin sinn. Já, læknir sinn, ekki geðlæknir sinn. Og hann skynjar hjá honum allt annað viðmót heldur en þegar hann hittir hann í vinnunni. Semst að þegar þú ferð í vinnuna, Ólafur, segjum að ég væri í viðtali við þig, þá vænti ég þess að þú værir með mjög faglega og peppandi og flotta framkoma. En ef ég hringdi í þig og þú verður að horfa á sjónvarpið eða þú verður að spila golf og þú myndir nánast hreyti mig ónotum, sami maður og ég hefði reynt að góðu einu í viðtölunum hjá þér að það fór mjög illa með Gyrði og þetta nefnilega svo góð saga vegna þess að við skiljum báðar hliðarmálsins. Við skiljum læknin sem var truflaður með símtali og við skiljum sjúklingin. Við skiljum það báða. Í fullkomnum heimi þá læknirinn svo flinkur að hann lætur sjúklingin ekki finna fyrir því að hann sé að trufla utan vinnutíma. Það ekki einhvern veginn þannig? Jú, menn misflinkir menn misflinkir en það alveg rétt og það maður náttúrulega ég í öðru hlutverki hér en þegar ég sit með þér sem sjúkling og þá maður í faglegum stellingum og maður með ákveðna meðferð á allir sem maður vinnur eftir. Og svo í þriðja hlutverkinu þú ert að labba niður Laugaveginn. Já, en veistu viðtal geðlæknis eða sálfræðings ótrúlega öflugt verkfæri og það eiginlega á svipuðum stað eins og skurðaðgerð. Hvert orð skiptir máli. Já, það bara þannig. Og það þannig. Og það úthugsað og það ákveðin hluti sem maður að reyna að ná fram. Og ég þekki þetta af reynslu ef maður truflaður í viðtalinu, einhver
kemur inn eða hringt eða eitthvað sem maður lætur ekki gerast, það gengur ekki, það bara eins og að maður standi við skurðarborðið. Og ég þekki þetta líka vel ef maður hitti fólk á annar staðar, hvað það getur verið viðkvæmt. Ég getur sagt við skemmtisögu þessu. Já, komdu með það. Margar þess vegna. Er það? Komdu með eina. Einu sinni var ég að vinna með mann í Svíþjóð sem var mjög þunglindur og hann var hættulega veikur. Og hann var svona oft við dauðastyr og ég áttaði mig á því og hann var lagður inn dálítið lengi og svo var hann kominn á þetta viðkvæma skref, hann var kominn heim þá var minni stuðningur og ég hafði áhyggjur á hann. Svo gekk þetta allt mjög vel en samvinna okkar, hún tók dálítið langan tíma eitthvað á annað ár og það var tvennt óvinnilegt við hann. Hann var háttsettur hershöfðingi og hitt var að hann bjó í sama hverfi og ég. Ég vissi það, ég er ekki viss að hann hafi vitað það. Svo er þetta bara búið, honum hefur gengið vel og búin að kveðjast. Þá er ég að flytja heim og ég er búin að tæma húsið út í 40 feta gám og mér fannst einhvern veginn ómögulegt átt að sækja gáminn snemmu morguninn inn í íbúðahverfi. Við þurfum að taka hann snöggt, verður að vera einhver á staðnum, sögðu þeir. Og ég sef bara í húsinu hérna einn tómu og er tilbúin klukkan 7 þegar þeir ætla að koma. Nema hvað þeir komu 6:30 með hennar stóra trukk og vekja mig upp og ég kem hérna út á brókinni og í ból og órakkaður og ekki búin að fá kaffi mitt og er einmitt að setja kaffivélina og skúringafötuna inn í gáminn og loka honum og það gengur eitthvað illa og þeir standið með trukkakallanir og ég tek svona hurðina á gámnum í síðasta skipti til að loka henni og stendur hann þar í svona rúmlega meters fjalla þessi gamli vinur minn á leið í vinnuna í heiðurs einkennisbúning með allar orðurnar, húfu og hvitt hanska og eitthvað hefur hann séð mig örugglega þarna, eitthvað verið að gerast þannig að hann kemur bara þarna og hann stendur alltaf fyrir frammi, auglítið til auglítið við mig og trukkakallanir sig hvort megin og hann fellur í fangi á mér grátandi, erst að flytja í burtu og þetta var svo mikið drama og svo fór það allt vel en þeim fannst þetta skrítið trukkaköllunum sko. Þetta mögnuð saga. Já, en svona er þetta oft. Ég geri það oft með sjúklingana mína að ég æfi þá í því hvað er að gera ef þeir þurfa að ná í mig utan vinnutíma eða hvað er að gera ef við hittumst. Og það er alltaf gagnlegt. Já. En semst orðin sem þú heyrir í viðtölum, þetta eru bara svona blóðkorn hugan sem að þú ert þarna alltaf að greina og reyna að... Tungumáli er náttúrulega vopnið. Já. Og maður er oft leikrann í viðtölunum. Bæði vopn okkar og veikleiki náttúrulega. Já. Og sem er náttúrulega út í samfélaginu og við, sko, ég er svo upptekið, það er dálítið mikil umræða það í dag að við sköddumst af áföllunum. Já. Þú virkar mjög heill og þú virkar að hafa haft gagn af þessari ömurlegu reynslu. Já, ég held það. Hún var gert með betri manni. Já, og ég trúi því. En í fræðunum er hægt að sýna fram á að heilin skáldast. Já. Og það er ýmislegt sem gerist. Það er sem mikilvægt að vinna úr þessu. Og þannig að maður svona horfa á þetta þannig að við höfum þrátt fyrir allt krafta, eiginleika. Ofurkrafta, mannlega ofurkrafta sem eru ekkert smáræðiskrafta sem að hjálpa okkur að takast á við lífið og hvernig við ræktum það og hvernig við komumst áfram. Og til þess að nota þá þurfum við að hafa einhver svona góða grunnlíðan, við þurfum að vera í góðu jafnvægi og við þurfum að hafa stuðning og við þurfum að hafa lífvænlega stöðu í samfélaginu. Það er mjög merkileg stund hjá manni eins og mér þegar sá dagur rennur loksins upp að maður er bara nóg og manni líður bara vel. Já. Og það var náttúrulega eitt sem ég gleymdi að nefna áðan að í bata mínum þá náttúrulega skipti miklu máli að ég átti viðtöl við sálfræðinga. Ég gekk eitthvað til geðlækna líka. Ég var svo heppinn að ég hafði efni á því að njóta þessarar þjónustu. Hún er náttúrulega stéttaskipt eftir efnahag.
og sjálfsvinnan hún var gríðarleg sem sagt til þess að það gangi upp að maður sem lendur í áföllum sem leiði til þess að hann byrjar að drekka og mikið, hættir svo að drekka og ætlar að verða hamingjusamur eins og við sögðum þarna í meðferðinni á Staðarfelli forðum óbreyttur maður drekkur aftur þannig að maður þarf að breytast þegar í meðferðinni og mér finnst sem sagt að samfélagið hafi verið þokkalega opið og eiginlega bara mjög jákvætt gagnvart því að ná mér aftur á lappir úr alkohólismanum en hefðu hinir sömu og voru tilbúinir að hjálpa mér aftur á lappir úr alkohólismanum verið jafn jákvæðir gagnvart hugmyndinni ef þeir hefðu vita það sem að þú ert alltaf að segja okkur að alkohólismi saman sem merki geðsjúkdómur stundum ég ekki alveg viss það Þetta snýst hugafar og ef þú hugsar þér að þjónustu menningin í heilbrigðiskerfinu sé þannig, eigi að vera þannig að við mætum hverjum þar sem hann hvernig sem hann nú og með þau vandamál sem hann hefur sem við flokkum þá undir eitthvað sjúklegt og það hafa nú verið svolítið umdeilt hvort að alkohólismin sjúkdómar ekki en eftir sem að árin hafa liðið þá hefur nú það hugtak færst meira og meira inn í sjúkdómafræðin. Já, alkarnir sjálfur, ég held að þeir eigi auðvildara með að fyrirgefa sjálfum sér alla blúsana aftur í tíman ef þeir selja sér það að þetta sé sjúkdómar þeir hafi ekki getað gert betur. Nei. Tótt ekki verið með það. En þegar þú hugsar þinn feril og ert búin í meðferðinni, getur þú greint einhverja þætti í samfélaginu sem að hafa skiptið meira máli en aðri til þess að koma þér alla leið eða ef þú vilt tala þannig halda þér edrú? Það stundum áttar maður sig ekki alveg á því hvað nær umhverfi, hvað maður sjálfur og hvað samfélag. Já. En ég hef nefnt áður við þig hvað ég heppinn með vinahóp fjölskyldu náttúrulega, bakland, vinahópurinn og fjölskyldan og þeir sem standa mér næst, þeir eru afurðir ákveðina menningar og samfélagi býr til þessa menningu. Þannig að það skiptir náttúrulega mjög miklu máli. Ég vorkenndi alltaf þeim mest í meðferðinni sem að voru búnir að spila öllu frá sér og voru einir, áttu engar eignir, allt var farið og ég velti fyrir mér hver hvati fyrir þig, elsku kallinn minn, til þess að verða edrú. Og þá ertu fyrirgefið, þá ertu líka komin út af þeim aðstæðum, út í jaðar samfélagsins, skilurðu? Þú ert engum til gags, þú ert ekki að borga skatta, þú ert meira hættu að þessi ítt alveg út. Já. Þannig að ég skil það að þú hefur verið heppið með nær samfélagin með vini og maka og stuðning sem maður fær í fjölskyldum. Já. En út í samfélaginu, og hvað gerði þið frískan í samfélaginu? Jú, það einhvers konar viðurkenning að vandinn sé undir stjórn, eða jafnvel bara horfin og þú sést honum fyrirverandi geðsjúklingur. og einhvers konar viðurkenning að þú sést nógu góður eins og þú ert og ekki ofur áhersla á einhverja skömm. Nei. Skilur við? Þannig að það örugglega rétt hjá þér að samfélagið okkar býsna gott hvað þetta varðar. Já. Og af hverju það, jú, að menn hafa þeir sem voru kallaði hvítliparnir hérna á 7. áratugnum sem stigu fram og útskýrðu fyrir okkur að þetta gat hent hvern sem var og konu líka. Þeir gerðu mikið og síðan gerðum tíðina menn eins og þú sem hefur talað opið þetta. Og vel að merkja, ég ekki einn af þeim sem að það til hérna AA-bókin. Já. Sem margir horfa á bara sem biblíu, skrifuð á milli 30 og 40 eitthvað sluðis. 1930-1940, ég ekki þeirra hópi sem að finnst að hún hafi bara elst 100%. Mér finnst veikleikar í henni eðlilega vegna þess að vísindum og ýmsu hefur það voru svo mikla framfærir á alls konar sviðum síðan hún skrifuð. En það þetta andlega prógram sem ekki handan heims hugmynd, þessi guð og æðri máttur svokallaði, hann getur bara verið esjan, skilurðu? Hann ekki handan heims fyrirbrigði hjá mörgum sem hætti að drekka. En sem sagt, þessi lífstíl,
þetta viðhorf til lífsins, auðmýktin og það að maður sé maður átti sig á eigin brestum, sé vakandi yfir þeim og reyna að halda þeim niður í bara þó tekið sinna með einn dag í einu. Þetta náttúrulega bara svona mannbætandi heimspeki fyrir hvert sem Já, en ef við notum þessi nýju orð sem að ég var með áðan, að það skýr stefna lögð með bókinni. En hvernig ætlar það svo útfæra það? Það flóknara. Það háð því hvernig samfélagið aftur og í hvað tíma maður En þarna eitthvað sem að heitir heilbrigðis stjórnsýsla og þá hefur það gerst á síðustu áratugum að hlutur ríkisins, þar að segja bein meðferð á vegum ríkisins, hefur farið minnkandi. Það minni meðferðartilboð inn í heilbrigðiskerfinu sjálfu. Það hefur dregist saman og maður getur spyrt sig af hverju sú heilbrigðisstjórnsýsla þetta eitthvað öðruvísi en ef þetta væri háþrýstingur eða hjartasjúkdómur. Og SÁÁ hefur þá tekið boltan, enga framtak í raun og veru eða framtak hópsins samkvæmt þessari stefnu og búið til þjónustu menningu. Einmitt. Skilurðu? Það kann að dæmi. Ég alkoholisti og ég fútbrotna og ég fer inn á bráðamóttökuna og ég drukkin og ég þarf aðgerð. Þá ég með 2 sjúkdóma. Ég með alvarlegan sjúkdóm sem geðsjúkdómur og áfengissjúkdómur og nú veitum við ekkert það hvort að ég hef góðar horfur þar eða ekki. En brotið ef aðgerðin tekst vel til þá kemst ég út úr þessu á 6-8 vikum. Fæ ég öðruvísi viðmót? Fæ ég öðruvísi þjónustu? Er þjónustu viðmótið öðruvísi? Hvað heldur þú sjálfur? Ég í vandræði með þessa spurningu vegna þess að mér finnst erfitt að horfa upp á biðlista. Nú það þannig með Voga að þeir eru sniðugir með biðlistana því að þeir reyna að vinna á biðlistunum. Fólk ekki bara á bið, það verið að reyna að kynda upp áhuga og taka þá einn sem líklegast að séu til samstarf. Það náttúrulega svolítið sérstakt. Sko. En ég sé líka fólk með alvarlega geðsjúkdóma að það látið bíða og fær ekki viðeigandi meðferð sem að maður sér sjaldan í hjartasjúkdómum eða geðsjúkdómum, krabbameini. Og þegar þú nefnir þetta, hún umdeild krafan víða að fíkillinn eða alkinn verði að koma edrú og verða að vera edrú til þess að þjónustu meðferð hefjist. Já, það ákveðið flækjustuð í meðferðinni og þarna hefur þjónustu menningin við mikið að segja. Í stóra heiminum og hér heim á Íslandi þá fólk að vinna í þessu, að vinna með þjónustu menninguna. Og þjónustu menningin sem ég sá þegar ég kom inn í kerfi fyrir 30 árum síðan að þá var bara orð læknisins lög og þú gerði bara eins og það var sagt sem að margir erfitt með þegar þeim líður illa. Núna tónninn sjálfsákvörðan réttur, sjálfsefling til að taka ákvarðan sjálfur hvað maður vill og þá þarf heilbrigðiskerfið að mæta þessu með öðruvísi þjónustu menningu því fólk hefur skoðanir og það allstað verið að reyna að draga úr ómikilli stýringu eða valdbeitingu í meðferðunum. Þú verður að taka þetta lyf. Ég legg þig inn á sviptingarpappírum, skilur þetta ekki algengt tilfelli, en það mikil umfjöllun þetta og það gaman að segja frá því að það eitt fyrirbæri sem heitir Open Dialogue sem svona virt á Norðurlöndunum og víðar. Þeir eru með ráðstefnu í Hveragerðinu og seinni mánuðinum sem hugaraflskipulegur sem opið öllum en ég býst að kosta eitthvað inn og þar kemur fólk allstaðar á heiminum og að tala þessa hluti. Það sænskona sem ég hef kynst lítilega, hún að segja frá því að hún var sett í spennitreifu og hún spennt að koma til Íslands til að sjá hvernig aðstæður eru hér. Þess vegna svolítið óþægilegt að heyra svona sögur eins og frá Gyrði því að ég held að við erum svolítið stært okkur af því að við sem mjög opna þjónustu menningu hjá okkur. Þannig að þetta eru svona hlutir sem þá partur af því hvernig samfélagi tekur á málunum, hvernig við skipuleggjum okkar þjónustu, hvernig geðdeildin líta út, hvernig við mætum þeim sjúka og ég held að hafi við möguleika að ræða þetta sem ég kalla þá þjónustu menningu án þess að fara í einhverja niðurrifsumræðum hvernig starfsfólkið menntað, hversu hratt það hlaupa. Einhver staðar og einhvern tíma verður að tala peninga því allt kostar.
Ég meina, ég get bæði haft á skoðun að ég sé mjög heppinn með land og aðstæður hér. Já. En það sé líka fjölmargt sem enn megi bæta. Já. Og þurfa að halda áfram að gagnrýna. Já. Það gengur 100% upp í mínum huga. Já. Við getum bæði verið heppin og þakklátt en líka gagnrýni. Já. Og mér finnst mjög áhugavert hvernig þú hefur farið yfir sko þetta samband hagstjórnar, stjórnmála viðhorfa og geðheilsu í samfélagi. Já. Já. Þetta mjög stórt afl og við erum svo sem hlut af þessu öll og við höfum mismikil áhrif eftir í hvað stöðu við erum. Já. Það væri alveg dásamlegt að hafa málþing heilan dag með stjórnmálaflokkunum geðheilsu og áhrif stjórnmála á geðheilsu. Það er þetta að gera ýmislegt svona. En þetta málþing okkar síðustu klukkustund, það nú skárra en ekkert líka held ég. Við erum að reyna að vekja til umhugsunar. Já, og það eitt Ólafur, þeir sem eru nýir, þeir sem koma nýir að okkar borði, þeir veit ekki að sko áður en ég opnaði mig með mín vandamál, þá hafðið þú opnað þig með þín vandamál. Þú hefur sjálfur, þú glimtir sjálfur á námsárunum við geðlagar áskoranir og það var eiginlega þannig að þú braust ísinn. Já, og það hluta samfélagsumræðinni, þetta þetta samspil og þetta snertir okkur öll og ef maður að vanda orðin þá finnst mér gott að tala geðheilsu sem stór, mikilvægur hluti af heildarhugtakinu heilsa. Já. Og mér finnst gott að horfa á því þessari röð, forvarnir, meðferð, efling eða endurhæfing. Já. Og mér finnst gott að horfa á hlutverk samfélagsins, mér finnst gott að horfa á hlutverk ríkisins, mér finnst gott að horfa á hlutverk okkar meðferðastéttana. Já. Og svo þetta okkar eigin kraft sem að maður kannski finnur ekki þegar maður sem veikastur, en þarna samt. Og maður þarf hjálp með að efla og töfra fram. Já. Ég hef sagt það við áður og ég þreytist ekki að segja það vegna að margir af vinum mínum eru læknar og ljósmæður og heilbrigðisstarfsfólk sem hefur ekkert mjög mikið álit á því sem geðlæknirinn að gera og heldur að það sé ekkert mikið árangur. Ég hef séð alveg endalaust mörg kraftaverk. Það sem hlutinni bara breytast og mér finnst oft erfitt að þakka lyfjónum það og mér finnst minn hlutur oft mjög lítill sko. Það þegar einhvern veginn fólk finnur sig, finnur leiðina, endur heim til kraftana. Þessi ofurkraftan mannsuga. Finnst þér ég jákvæður? Nei, mér finnst þú það ekki. Ég bara alls ekki. Sko, ég sé þetta líka. Já. Ég ekki með sömu menntun og þú. Ég bý ekki yfir sömu vísindaþekkingu og þú. Ég sé þetta líka. Já, en við getum ekki gert lít úr þessum alvarlegu geðsjúkdómum og þeir eru lífshættulegir. Já, já. Það bara, það náttúrulega, við kannski tökum það í næsta þætti, sko. Já, en mér finnst voða gott að ég má láta klingja í kollinum á þér. Já. Fá þess að hugsa þetta lengra með mér. Já. Þjónustu menning í íslenskri heilbrigðisþjónustu. Hvernig þjónustu menningin? Já. Það löng bið eftir heilsugæslulæknum. Já. Það eru biðlistar. Já. Og geðsjúklingunum vísað frá eftir stutta meðferð. Já. Viljum við hafa þetta svona? Nei. Og svo hitt heilbrigðisstjórnsýsla. Já. Það ungu maður núna að sækja örorku. Það engin, ungu maður, hann 55 ára meðaldra kall, það engin annar kostur. Hann mjög skertur. Já. Við erum 2 aðstofan við þetta. Samskiptin eru svo flókin. Það eru enda kerfisbreytingar í gangi og það lofað þjónustu fulltrúum og betri þjónustu. En þú myndir ekki sætta þig við svona þjónustu og vera að fara með bílinn á verkstæði. Nei. Og þarna, sko, þetta eiginlega umræða í sérstakann þátt að sko, þar sem áður var persónuleg nálgun, þar ansi oft núna, finnst mér bara einhver vél, bara þú nærið ekki sambandi inn á rásir sem áður voru opnar. Nei, og þess vegna finnst mér svo freistandi ef við hugsum fordómar minni, betri skilningur, meiri umræða, hvað næsta skref, getum við ekki hort á þetta, þjónustu menninguna
og heilbrigðisstjórnsýsluna. Já, einmitt. Þú skilur okkur eftir með 2 mikilvægar spurningar og vonandi höfum við náð að svara einhverjum fyrir ykkur, kæru hlustendur. Hvenær fæið þið næst í heimsókn? Það verður þá líklega bara inn í september. Já. Ég að fara í stutt frí núna. Já. En ég kem gjarnan, ég hef nennuna. Já. Þú þarft ekki að vera hissa á því. Nei. Mér finnst þetta mjög mikilvægt. Þú er gaman að þessu líka? Já. Já. Er ekki gaman á öllu sem mann finnst skipta máli? Jú, ég held það. Já. Ef maður með áhuga á einhverju þá yfirleitt gaman. Já. Svona mín reynsla. En við erum báðir að gera okkar besta og ég mjög þakkláttur fyrir það og ég hlakka þá bara til að sjá þig í september. Síðan það er sérst nokkra vikna hlé núna mögulega, þangað til við sjáum því næst en þá ætlum við kannski að vera með nokkar þætti svo í röð, ekki satt. Ég var til í það, ég er þakkláttur fyrir það að þú ert að sýna þessum málum áhuga og ég heyri að þú ert í góðum tengslum við áhorfendur og hlustendur, þannig að mér finnst líka áhugavert að heyra hvort að fólk spyr eitthvað ákveðið efni. Já, einmitt. Þú hefur kannski gert það þó ég veit ekki af því og þá getur við gert meira af því. Já. Ef við ekki bara segja það, ef það er eitthvað sem að ykkur finnst að við eigum að fjalla við Ólafur, þá megiði senda mér bara engaskilaboð. Ég er á Facebook eða á bjorntolagsson@gmail.com. Er ekki betra að ég hafi stjórn á þessu en þú? Jú, ég er þakkláttur fyrir það. Já, það tekur að þið vinnu. Heyrðu, Ólafur, bara alltaf heiður, áhugavert og lærdómsríkt að fá þig í heimsókn. Kæra þakkir fyrir komuna. Miklar þakkir, kærlega. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur, ekki fara langt, nýtt efni handa við hornið. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.